byrjum við, nú ætlum við að klára landsmótið sem var hérna í haust 2010 á Akureyri. Og hugmyndin af því fæddist í Herjólfi á leið heim að frábæra landsmóti þar sem voru 450 manns og við gjörsamlega vansvefta og einn unglingur sko þurfti að fara með hann inn í herbergi að sofa, hann orkaði ekki meir, hann bara las hann að dreit. En á leiðinni heim þá ákvað ég að vera úti svo ég myndi ekki æla eins mikið eins og á leiðinni til Vestmannaeyja og var þar í þessu fína lofti og Guð gaf okkur þessu hugmynd að hafa næsta mót með þessu flotta fólki sem var svo kraftmikið að nýta kraftana, gera þetta gott með þeim, ekki bara sko skemmta sjálfum sér. Þannig að þetta svona geggjað góðverkamót. Og heitir hún ekki Jónína Sif sem satt við hliðina á mér? Já. Svo við hjúruðum okkur alveg króknum kvöldin allir ekki inn að æla og ég segi, heyrðu, gerum við næstu alveg geggjað góðverkamót. Og svo fórum við bara á flug að bjarga þrælvörðum á Indlandi, það þema. Og svo leið bara tíminn og svo bara frábæra mót og allir krakkarnir voru svo jákvæðir. Sigurvin var með svo góða fræðslu kristna trú og hún þýðir að maður gerir gagn og maður gerir góðverk. Og okkur tókst að safna. Ég vildi 1000 manns og 100 börn en við fengum 700 manns og 72 börn. Þannig við erum með pening hér á Ármann af því þú ert nú eiginlega hérna Indlandsgúrún okkar, kallaðir Jesú öðru nafni. Þú til að koma og taka móti fyrir hönd hjálparstarfskirkjunnar, taka móti þessum pening og þegar við vorum að safna pening þá var Guðmundur Karl, hann var tæknimaðurinn og alltaf á skjánum í matsalnum og þar sem við vorum alltaf, þá kom alltaf hvað væri búið að safna mörgum börnum því ég vildi ekki hafa pening, ég leiði að tala um krónur og 1000 kalla, þannig að ég vildi safna börnum. Þannig að 72 börn eru 374.330 og þetta mun sem fara til þeirri hjálparstarfskirkjunnar og þú Ármannin, þú ert náttúrulega hvatningin að þessu í raun og veru. Því þú ert búin að segja okkur svo mikið frá og búin að vera þarna og hefur hjálpað okkur að vilja gera gagn. Við viljum knús. Já! Þetta var alveg sko magnað landsmót og ég held ég að aldrei verið stoltur af því að tilheyra æskulýðsstarfi kirkjunnar, bara tilheyra kirkjunni eins og þessa 3 daga á Akureyri. Það er alltaf gaman á landsmóti og alltaf gaman að vinna með úlingum en að tengja þetta svona flott saman og hvernig einhvern veginn allt gekk upp og sjá kraftin í úlingunum hvað mörgum þeirra fannst þetta sko merkilegt að fá að vera, eins og við kallum hendur Guðs, að vera þáttakendur í því að gera heiminn betri. Og það var svolítið skemmtilegt akkurat, þið sáum mig kannski áðan hérna, var með tölvuna meðan þið voru ennþá að kjósa ýmis mál, en þess að núna er ég að vinna lokahönd á rannsókn. Ég bjó þarna út í Indlandi í hálft ára ásamt konu minni og við vorum að gera þessa rannsókn á afdrifum þrælabarna sem hafa verið leyst úr barnaþrælkun. Og við tókum svona stór viðtöl við 18 einstaklinga, 9 stráka og 9 stelpur, sem voru leyst úr þrælkun svona fyrstu 6-7 árin. Það eru 15 ár síðan þetta byrjaði þetta verkefni. 3000 börn sem hafa verið leyst í tengslum við þessi samstarfsaðila hjálparstarfskirkjunnar. Og auðvitað vitum við og hjálparstarfið helling það að það er mikil breyting frá því að vera að vinna kannski 12 tíma á dag, barinn í vinnunni, vinnur alla daga mánaðarins, nema með 1 frídag, það er yfir frídag þegar það sést ekki tunglið, þá er frídagur, annars vinnaðu alla daga. Að bara eignast barnæsku sína aftur er náttúrulega bara alveg stórkostlegt og nægir til þess að leggja mikið á sig til þess að halda þessu verkefni úti. En við vissum lítið og erum ekkert afdrif þeirra hvað svo. Þeir eru kannski búin að missa út 1 til 8 ár úr námi. Eru þið alveg búin að missa af lestinni. Og til þess fórum við út til þess að athuga það og við vorum með mjög dreifðan hóp, kannski konur sem nokkrar sem hefðu flosnað upp á námu, verið neyddir til þess að giftast og eignast börn og athuga hvernig þær myndu, allir þessi hópur myndi segja sína sögu, hvernig upplifðu þau þetta og hvar verður þau stödd í dag. Og þetta átti að vera svona dreift, bæði það sem við myndum álíta ásamt samtökunum sem kannski mistök eða feiljur ekki ná þessum settu markmið og svo þeir sem væru jafnvel komnir í háskólana. Og
við erum búin að liggja yfir þessu núna og þetta er rosalega gaman að skoða þessu gögn og fara vel yfir þessi viðtöl. Að það er ekkert allan á þessum 18 einstaklingum sem lítur út á neitt hátt sem mistök. Meiri segja þau sem að hafa það á margan hátt mjög slæmt ennþá í dag, hvernig þau meta stöðu sína miðað við hvernig við máta hana áður og sínum tengslum við sína fjölskyldu. Öll þeirra eru að þéna meira en foreldrar síns. Öll þeirra eru með meiri menntun en foreldrar síns. Og þau eru öll með eins og einn kona sem var alveg ótrúlega sterk og mögnuð og hafði mikil áhrif á mann. Hún benti mitt á, sko, pappinn tók hann úr náminu þegar hún var að klára 10. bekk og leyfði henni ekki að læra lengur. Hún var neydd til þess að giftast frænda sínum sem svo stakk af og það var alveg svakaleg saga. Hún var með 4 ára barnið sitt. Hún náði að leggja, sko, núna með allt annað, hún er svo þakklát fyrir sko menningaprógramina, svona gaman að heyra um leiklistina. Þau nota það svo mikið til að kenna um aðstæður þrælabarna og hverju hægt að breyta og til valdeflingar. Að hún sagði, ég hef allt aðra sýn á gildi menntunar. Ég mun gera allt til þess að barnið mitt lendi aldrei í sömu aðstæðum og ég. Og þó að virki ekki mikið okkar mælikvarða, en hún er kannski með 5.000 krónur á mánuði til að lifa, hún setur samt 300 krónur af því í sjóð fyrir barnið sitt til þess að mennta það. Þannig að þetta sem átt að líta, þetta er versta dæmið þetta gekk ekki. Og þar fengum við eiginlega sterkasta vitnisburðin hvað svona upphæðir gera rosalega mikið. Þannig að þetta er alveg magna. Ég bara þakka aftur kærlega fyrir. Ég hlakka til að fá að fara með til hjálparstarfsins.